flugið ef þér leiðist að hanga í bíl. Taktu flugið ef þú vilt ferðast með stíl. Tökum flugið, skemmtum okkur innanlands með flugfélagi Ísland. Við fljúgum til Akureyrar, alla leið til Ísafjarðar, Reykjavíkur og Egilsstaða. En einnig til Færeyja, Núk og Kúlusúk, farðu á flugfélag.is. Komið margblessuð og sæl og verið velkomið í gettóið þessa vikuna, eða Borgarann. En þátturinn sneisa fullur að vanda. Við ætlum að fara og hitta hana Sólveigu Birnu Gísladóttir sem förðunarmeistari. Hún ætlar að sýna ykkur stelpur hvernig maður á að græja sig fyrir jólahlaðborðin og árshátíðirnar. Nú við hittum fyrir hana Lísu Geirsdóttur sem hótelstýra á nýju hóteli Reykjavík Light sem opnaði við Suðurlandsbrautina núna í sumar og ennfremur hana Margréti Eir söng og leikkonu. En þær saman ætla að smakka nokkra af jólabjórunum sem var að koma út núna í ár. En við hefjum leikinn í Árbæjarsafninu þar sem við hittum hann Guðbrand Benediktsson sagnfræðing sem ætlar að fara í gegnum safnið með okkur á handahlaupum og sýna okkur nokkra skemmtilega hluti. Safnamenningu í Íslandi býsna góð og söfn eru almennt mjög vinsæl og við höfum séð mikla svona aukningu í gestafjölda á söfnum bara landsvísu. Og Árbæjarsafnið nú meðal vinsælustu safnanna og vel þekkt og við höfum svona síðustu ár verið að reyna að skerpa ennþá fókusin á því að hafa Árbæjarsafn fjölskylduvænlegt og svona barnavænlegt safn. En þetta jafnt Íslendingar sem útlendingar sem að koma í safnið? Já, bæði. Það verður aukning í báðum þessum hópum. Og eins og segi, Íslendingar eru svona stærri hluti gesta hér á Árbæjarsafni og það þá fjölskyldufólk sem við höfum séð er stærsti hlutinn og það væntanlega bæði orsök og afleiðinga því að við erum að skerpa þennan fókus sem segja að hafa þetta barnavænlegt safn. Og liður í því þessi sýning sem við erum staddir í hérna núna sem að kallast Komdu að leika. Við opnum 2009 og efnið mjög einfalt, það eru bara leikir og leikfeng barna á 20. öld í Reykjavík. Og í þessu húsi, það rosa saga á bak við þetta húsi. Já, þetta mjög merkilegt hús og það hérna má segja, upphafið það vígt sem fyrsta kaþólska kirkjan eftir siðskipti hér á Íslandi árið 1897 á jóladag og kaþólikar notuðu það til 1929 þegar þeir vígðu sína Kristskirkju sem enn stendur á Landakotssvæðinni. En þá gáfu þeir íþróttafélagi Reykjavíkur þetta hús. Það stóð við Túngötuna og írengarnir voru hraustir og sprækir og enn og þeir fluttu húsið nokkur undir metra upp á Landakotssvæðinni þar sem stóð alveg fram á 2002-2003. Það svolítið skrítið ímyndað sér að í þessu húsi hefði bara verið altari og kirkjubekkir og allt og svo íþróttahús og nú sýning fyrir börn. Já, það má segja það. Það er búið að nýta þetta hús mjög vel. Já, það komið svona þriðja líf sko og við, eins og segið, með þessa löngu sögu kaþólikanna og írengarna að það ákváðu þegar húsið kom hingað á Árbæjarsafni að helgaða bara æsku Reykjavíkur og opnaði þessa sýningu leiki og leikfeng, barna. Og hér þetta farið bara eftir frá því að fólk var að leika sér með bein úr dýrum og alveg upp í tölvunnar. Já, í raun og veru. Þetta bara 20. öldin liggur til grundvallar, þar sem við byrjum á að sýna hérna bara heimagerðu leikfengin, útskorin spýtukallar og dýr og bein og endur síðan í hérna nútímanum, getum við sagt svona 1990, þar sem herbyggi stelpunar bleikt og stráksins blátt og það Barbie og Nintendo tölva. Söfn hafa náttúrulega lengi haft á sér þá ímynd að það megi ekki snert og ekki koma við og víða það náttúrulega þannig af öryggis og forvörslu ástæðum. En hér hefði við tækifæri til að setja upp sviðsmynd sem var unnin í samvinnu við Ilmi Stefánsdóttir, leikmyndahönnuð, mjög skemmtilegt samstarf og sviðsmyndin það sem börnin geta gengið inn í og komið við leikfengin og leikið sér, þannig að þessi sýning hún stendur undir nafni, það bara Komdu að leika. Já, það náttúrulega þannig í safnastarfið, þá sjaldnast nema bara lítið brot af safnkostinu sem til sýnis. Hvað erum við núna? Og hérna erum við komin í eina betri geymslum minnisafns Reykjavíkur. Það kjallarinn á Landakoti sem köllum koffarti. Hérna þess að hingað getum við boðið gestum að koma að skoða og bara átta sig á því
hvað leynist í fórum safnsins. Og það ýmislegt sem kemur óvart og kemur líka óvart svona áhugi og þekking fólks á hlutum. Við vorum að tala markhópinn í þessu húsi sem eru börn og þá hefur gaman að stoppa við grammafóninn og hljómplöturnar. Að það eru nokkur ár síðan þá vorum við sýningu sem tengdist disko og punktímanum. Og þá verðum við þess áskynni að börn, bara krakkar og unglingar, það hefðu aldrei séð þessar svörtu skífur og vissi ekki til hvers það voru. Já, eitthvað sem okkur finnst nú nokkuð sjálfsagt. Okkur svona sem erum, já, góðum aldrei að þykja þetta bara sjálfsagt hlutin, en þá bara er það þannig að vínilplötur eru bara ekki hluta þeirra tilveru, þau þekkja þær ekki. En það styttist í jólin og við erum hérna bara í jólageymslunni hjá Árbæjarsafninu. Já. Hér kennir ýmissa grasa. Hér kennir ýmissa grasa og jólin náttúrulega fasta liður í sýningahaldi hérna á Árbæjarsafninu. Mikið af fólki sem kemur. Mikið af fólki. Það eru jóla sýning 3 sunnudaga á aðventunni, 8. og 15. og 20. annan. Og þá eru mikið í boði og sýningar í hverjum húsi og viðburðir. Þannig að það er ekki ráðnum í tíma sem tekið að fara að undirbúa þetta og þess vegna erum við komin hingað í þessa geymslu sem að, eins og segir, kennir ýmissa grasa. Og hér erum við til dæmis með, kassi 7. áratugurinn og hér er ýmislegt blandað, mjög brothætt. Og þarna höfum við jólaseríur og gamla pakningar. Þetta hérna er svolítið klassísk, sko. Þetta er alveg klassísk. Maður veldi þessu. Já. Og ég í rauninni, sko, hér er bara saga jólaskrautins svolítið líka. Já, það er það og ýmsir minni sem að svona eru klassískir. Náttúrulega jólin snúist mikið hefðir og fólk heldur í það gamla og þannig að Árbæjarsafnið er þetta svona, ekki bara leið okkur segja heimili jólana. Margir munar nú kannski eftir svona bustabæði með bómullófan og ljósinni. Þetta er náttúrulega mjög viðandi hérna. Þetta er svona krúttlegt en takki. Já, við getum leyft okkur að segja það. En þetta er sögulegt. Hérna eru komnir inn í, svona hjarta Árbæjarins. Þetta er gamla hlóðeldhúsið og Árbæjarinn, gamli bóndabærinn, hann er náttúrulega svolítið miðjan í Árbæjarsafnið, svo nafnið gefur til kynna. En það er mikil trafík eða mikil umferð skólahópa hingað í Árbæinn fyrir jólin og þá gefst krökkum tækifæri að kynnast jólasíðum og svona uppruna þeirra og jólahefðum íslenskum. Bæði sem snúa þá að mat og klæðnaði og bara undirbúningi jólana almennt. Það eru auðvitað svo margt í þessum jólahefðum okkar sem tengist gamla sveitasamfélaginu. Til að mynda sko jólasveinarnir. Við þekkjum auðvitað allir þekkja þessa, Santa Claus í rauðabúninu sem er góður og gefur gjafir. En það náttúrulega, þeir voru ekki þannig jólasveinarnir í den og við þekkjum það úr kvæði Jóhannes og Kötlum, sko. Og ef við veltum svona fyrir okkur bara fyrir hvað þeir standa og hvaðan þeir eru sprottnir, þá má skýra það svo vel á staði eins og hérna í Árbæjarsafni. Og það sem náttúrulega var fyrir jólin að þá hafði fólki hangikjötið tilbúið. Hér var kveikt í taði og reykurinn lék hérna og fór út um strompinn. Og hangilæri var auðvitað þurrkað og hengt á svona Kettkrók, einmitt, og hékk hérna síðan uppi. Og það var eitt af þeim sem fólk óttaðist mest var auðvitað þessir jólasveinar sem voru þjófóttir og svona frekar illeinrættir að þeir myndu stela matnum. Og einn alræmdur var að sjálfsögðu Kettkrókur. Síðastu jólasveinina, hann var kertasníkir. Og kertin eru náttúrulega mjög mikilvæg í, eins og segir, fyrir tíma rafmagns, þessum dimmasta tíma ársins, þá hugsaði fólk náttúrulega birtu. Það gat auðvitað kveikt á lýsislömpum eða kolum eða jafnvel brennt olíu. En það var auðvitað mjög algengt að búa sér til kerti, sín eigin kerti, og það var þá gert með því að bræða fitu úr dýrum, svona tólkina, setja í pott og bræða og svo var tekinn þráður og sett á hann svona steinn bundinn. Og svo var því dýft ofan í feitina ítrekkað þangað til að, og lagðist kartlag ofan annað, þangað til að komið þetta fína kerti. Og er steinninn einhvers staðar inn í þessu? Svo var hann bara skorinn hérna af. Já, botninn. Og þráðinkliftin, þá var þetta fína kerti sem var náttúrulega mjög mikilvægt fyrir og börnin þótti vænt að fá. Og þannig að það var eitt af þess að þau óttuðust var náttúrulega áðurnefndur sníkir, kæmi og stæliði. Og við munum bara úr hverju kerti var gerð, það var úr fitudýrana, þannig að
kertasníkir, hann náttúrulega bara át það, sér til heilsubótar og næringar. Núna í sumar opnaði hótel, glæsilegt nýtt hótel á Suðurlandsbraut, Reykjavík Lights, 105 herbergi í boði, takk fyrir. En ég hitt hana Lísu Geirsdóttur á hótelinu nú á dögunum og enn fremur hana Margréti Eir, söng og leikonu og ég fekk þar stöllur til þess að smakka nokkra af jólabjórunum í ár. Já, lítill full hvíslaði að mér að þið varu svo mikla bjórkonur. Já, var það? Já, þannig að ég ákvaði að fá okkur til þess að meta jólabjórun ára, allavega hluta þeim. Ok, Þeir eru nú svo margir að það dugir allavega þátturinn til. Nei, ég hugsa ekki. En ef við ekki bara að byrja á fyrsta bjórnum sem jólagull. Já, Ha? endilega. Ég ætla bara að skenka ykkur hér í glös og... En Lísa, þú til hótelstýra Já. og svo byrja ég á mér, þvílíkur herramaður eða heitt veldur. Hvenær opnuðu þið þetta glæsilega hótel hérna á Suðurlandsbrautinni? Við opnuðum 8. júní þessu ári. Og hvað hótelið stórt og mikið? Það eru 105 herbyggi. Og þörf fyrir þetta allt saman? Já. Alltaf nóg af fólki sem að koma? Já, já. Og þið finnið fyrir þörfin eftir að þið opnuðu að það er búið að vera mikið fína aðsókn? Búið að vera góð nýting, alveg frá því við byrjum. Já, frábært. Ef við ekki að fá okkur fyrsta sopan af jólagull, Jólagull. Ölgerðinni hérna. Já. Fallegu litur og svona. Fallegu litur og svona. Það er smá jól í honum. Já. Nú veit það. Það er svona mildur og góður þessi. Já. Finnst mér. Það sé mjög mildur. Já. Samt svona aðeins svona bragðmeiri heldur en venjulega gulli. Já, venjulega. Þeir eru það vanalega. Nú spyr ég ykkur bjórkonuna. Já. Hverju þið sækist eftir sem er hátíð? Þessi er svona svolítið jólalegð. Já, hann er jólalegður eins og venjulegi. Já. Ég skoða fyrst litin á bjórnum, ég veist það svona þegar hann er aðeins dekkri og kannski meira svona út í kirsuberja eitthvað lit, þá veit ég að það er kannski bjór sem ég myndi fíla betur heldur en þessi ljósu. Já. Og bara meira bragð sem er svona kannski... Já, þú veist þá meira fyrir dekkri bjór. Já, aðeins dekkri bjór. Já. Það er búið að vera svolítið álag á þig, Margrét. Þú ert í meiri Poppins. Jú, segðu. Borgarleikhúsinu. Ég sá á einhver staðar að það væri búið að halda hvað 100 sýningar. Já, það er búið að rúmlega 100 sýningar með sér. Það var í síðustu viku, þá var 100. sýningin og við héldum upp á það og það var búið gaman. Þannig að, og áfram höldum við. Og hvað haldið þetta endi í? Hvað erum við að tala um? Ég veit það ekki, ég sé ekki ennþá fyrir endan á þessu. Nei. Þannig að við höldum bara áfram að meðan það er svona mikil aðsókn. Það er náttúrulega algjör forréttindi að fá að vera í svona frábæri sýningu. Það eru þetta ekkert svona þreytandi að fara með sömu rullina alveg endalaust? Nei, ég er ekki upplifað ennþá. Maður verður alveg, jú, það getur verið þreytandi að vera alltaf í vinnunni helgar, allar helgar. Já. En leið og fyrsti tónninn fyrir að stað, þá gleymir maður öllu svoleiði, sko. Það er bara, maður verður þreyttur undir miklu álagi að sjálfsögðu eins og allir. En þetta er bara svo skemmtilegt. Við prófum hérna jólagullið áðan frá Ölgerðinni. Við ætlum að fara hér yfir í jólabjórin. Þetta er ekkert svo sem, það verður ekkert verið að finna upp hjólið í nöfnunum hérna, sko. Það er Víking. Erum við að tala einkunnir á eftir og svona? Já, ég meina, við getum svona ef við munum eftir því. Já. En allavega, þú veist, þessi við sjáum... Það eru 3 eftir. Það eru 3 eftir, sko. Við sjáum allavega þessum að hann er strax svolítið ljósari. Já, hann er svolítið ljósari. Já. Frá hverjum er þetta? Þetta er Víking. En svo sérst á glösunum er Víking, sko, húsbjórinn okkar. Húsbjórinn okkar. Ég skil þig, já. Þannig við vitum svo sem alveg hvað hún er að fara að velja Lísa sem uppáhaldsbjórnum. Herðu, skál. Skál. Þessi er svolítið mikið öðruvísi. Hann er allt öðruvísi. Allt öðruvísi. Þessi er rammari. Þessi er rammari, hann reynir aðeins meira á. Þannig að já, hvað segið þið? Hinn finnst mér, sko, hann er mildari. Hann er svona mýkri fyrir mjúkutíð. Eru þið mjúkutíðbundnar? Ég færi þá meira af þessum tveimur, ef við tökum bara þessu 2, þá myndi ég velja hinn frekar. Já, ég segi það saman. Já. Við skulum leggja glösu til hliðar. Ég var að velta einu fyrir mig, Lísa, að þið orðin hótelstýra hér. Hver er þinn bakgrunnur í ferðamálabransanum? Hann er mjög langur. Hann er langur, já. Já, ég ólst upp á hóteli frá 2 ára aldri. Já. Pabbi var hótelstjóri í Borgarnesi þangað til ég var 14 ára gömul. Og svo flyt ég til Vestmannaeyja
þar sem ég kynntist mínu fyrrverandi manni og við rákum hótel þar til 2004 og ég kem hingað til Reykjavík, ég vann sem sagt fyrir reyndar hótel, eða sem sagt eiganda sem keypti af okkur í Vestmannaeyjum. Ég vann fyrir hann, var hótelstjóri hann í 2 ár eftir við seldum. Kem svo hingað til Reykjavík 2006 og byrjaði að vinna hjá K-hótel. Og er búin að vera að vinna hjá þeim síðan þá. Ég skil. Hér eru við komin, ef við höldum okkur förum aðeins yfir bjórin hér, þá eru komið bjór sem heitir Jólabokk. Okay. Íslenskur úrvals. En þetta er einmitt frá Víkingu Ölgerð á Akureyri. Já. Þessi er strax orðin mun dekkri. Þetta er verið aðeins hættilegra, sko. Þarna er þetta komið svolítið á þína Já, ég held að við skulum bíða og sjá. Það er skál. Já, skála fyrir þessum. Já. Hver er upplifun ykkur þarna? Upplifunin, ég fór beint í Þorláksmessu. Já. Þetta er skatan. Já. Þessi er góð með skötu. Ég var nú að meira að hugsa svona smörrebröð. Já. Ég er aðeins meira þar heldur en í skötun. Það er aldrei skata á mínu heimili. Afi fór alltaf eitthvað annað til að borða skötu. Já. En maður finnur það maður sko líka bara á útlituna á flöskunni. Hann er svolítið svona gefur svolítið í skinn hvað koma skal sko. Já, nákvæmlega. Svolítið dökkur miði. Já. Hann er svolítið svona dökkur og svona. Já. Nú skammdegisbjór. Já, hann er svolítið þannig. Mér finnst hann alls ekki slæmur sko, með að nú er ég ekki nefnilega þessi típa sem vil dökkan bjór. Nei, ok. En mér finnst þessi alls ekki, hann er ekkert oframmur. Nei, það er allt í lagi. En mér finnst einmitt þessi jóla og bjórar, eða svona, hvað ég segja, svona hátíðarbjórar, páskarnir og svona, mér finnst þetta oft svona, já, svona sparibjór. Já, þetta er sparibjór. Svo skemmtileg tilbreyting líka. Algjörlega, sko, enda er þetta ekki alltaf uppselt? Jú, algjörlega. En núna erum við komið með 4. bjórinn, við erum einn eftir þetta. Þetta er jólakaldi. Mér minnir, er það ekki, það er á Það er Vinningshafinn. Það er Vinningshafinn. Það er sá sem að vann smökkununa yfir þessar, eins og kemur alltaf fyrir jólin. Já, ok, en það er ekkert búið að vera neitt hér. Nei, þessi er sem sagt, þetta er það sem þeir völdu, ég sá þetta í Fréttablaðinu, kom þetta? Ég er með kalda aðdáandi. Já, ég er það líka. Mér finnst hann mjög góður. Við skulum smakka hann er svona svolítið dökkur, sko. Jólakaldi. Já. Þarna kemur bara eitthvað allt annað bragð en öllum hinnum. Þetta er alveg svakalega fínn bjór. Þetta finnst mér finnst koma bara svona, fyrir mér er þetta bara svo jóla. Já, þetta er svona blanda með eins og sé eitthvað líkjör í sig, eitthvað svoleiðis. Já, mér finnst alveg svona eitthvað, fann alltaf með vanilubragð. Já, það er rosalega gott. Gott eftirbragð, skemmtilegt. Já. Ó, þetta er mjög góður. Það er svolítið skemmtilega þessi. Þetta er alveg fyrir jólahlaðborðið, sko. Eruð þið varðandi hótelið, þið eru líka með náttúrulega glæsilegan bar hérna. Já. Sem er svolítið svona hringa miðjan í húsinu. Já, hann er það. Og við erum alltaf með opið hérna, með þess að fyrir almenning, bara frá 5 til 7, alltaf erum við happy hour. Það er alltaf opið, það geta allir komið. Já. Og þá er vantilega þetta að fá svona jólabjór? Já. Ok. Þannig að jú, það myndast oft mjög skemmtileg stemming. Já. Og gestunum finnst þetta líka skemmtileg svona að þessi happy hour stemming hjá Íslendingunum. Þetta er svona eftirvinnustemning sem er svona svolítið skandinavist, finnst manni, sko. Já. Og bandarist líka, sko. Já. Og náttúrulega lærið þar. Jú. Og kannast alveg happy hour þar. Já. En það er ekkert langt síðan að við byrjuðum á þessu. Nei, mjög stutt, ég myndi að segja, þetta er svona allt í einu bara að byrja. Mér finnst þetta bara fínt, sko, fínt mál. Ég veit að Bretarnir gera þetta náttúrulega mikið líka, fara úr vinnunni og á barinn, sko. Og hætta líka þá bara, fá sér bara 1-2 og svo halda heim. Þetta hefur við orðið svolítið varfið hérna, það eru vinnustæðarnir að koma saman, sko. Já. Og náttúrulega þá kemur svona betri tenging hjá vinnufélagunum. Við setjast niður eftir vinnu og spjalla saman og það er bara 1-2 og svo er farið heim. Heyrðu, stelpur, að síðustu er það hátíðarölið, það er stúfur. Já. Og Hvenær kemur hann til byggða? Já, er hann ekki þriðji? Já, mér sýnst að vera kominn. Já, annars held ég að minni með þessi þriðji. En ég er búinn að skengja glösin og maður sér strax að hann er mjög dökkur. Maður sér svona þegar maður lítir yfir glösin sem maður drekkur, hann er mjög dökkur, þessi eiginlega dekstur bara. Já, hann er dekstur, held ég að þeim. Ég held að stúfur væri svona ljósastur. Já, hann leynir á sér. Já, það leynir á sér. Margur er knár á þessi smár. Snár. Heyrðu, stelpur, fáum okkur sopa.
Funduðu lyktina sem Já, ég ætlaði bara að segja, ég bara lyktin á móti mér, sko. Vá, það svona reik. Já, þetta reyktur bjór. Hann reyktur. Þetta þetta ekki með hangikjötinu þá? Þessi rosalega svona, myndi þessi segja, þú drekkur þennan bara svona spari. Alveg spari. Tilfinningin. Það alveg svona það mjög sérstakt bragð á honum. Mjög sérstakt bragð. Mjög sérstakt, sko. Maður fær sér bara eitt svona, til þess að smakka. Vá. Mjög sérstakur. Það var einhver fagmaður sem sagði við mig að vín með hangikjöti ætti að vera bara mjög sætt vín, svona eins og freyðivín. Já. Ég pröfaði það nokkru sinnum, það mjög sniðugt af því að svo rosalega salt og reykt kjötið. Það var svona smá sykur með, bara til þess að sameina þetta. Stemma stigum á móti. Já, algjörlega. Söltunni. En við erum búin að smakka núna 5 bjóra og tala allt mögulegt. Og ég veit ekki hvort ég á að biðja ykkur að velja. Hvað svona myndið þið taka? Við erum að tala bara jólabjór, þú veist. Ég er ekki að tala að fara á eitthvað rosa skrall, sko. Þetta svolítið spari, drykkja. Já, nákvæmlega. Þessi bjórar eru það, já. En hver stendur ykkur? Ég verð að segja kaldi. Já. Það hjá mér líka. Já, kaldi. Og í öðru sæti var hann sá sem var á númer 3. Númer 3. Já, hvað var það? Bokkinn. Já, bokkinn, já. Bokkinn, já. Mér finnst hann góður líka. Ég myndi segja jólagulli hjá mér, sko. Mér fannst hann svo mjúkur, mér finnst hann svona... Þessi fyrsti? Já. Ég held að það er fyrsti og síðan kaldi. Það eru rosalega góðir og eitthvað sem maður myndi kaupa sér. Já. Svo mísa smekkur manna, heldur betur. Já. Það er margir sem vilja þennan dökka og rammabjór. Já, svo líka til alveg ennþá dekk, út í Guinnessin og allt þetta. Þetta er náttúrulega svo frábært, þessi bruggmenning sem er byrjuð núna, minnst þetta æðislegt. Það eru hreinlega allir að fara á jólahlaðburð og ýmiss konar mannfagnaði núna í desember. Ég hitt hana Sólveigu Birnu Gísladóttur, förðunarmeistara, sem veit hreinlega allt það hvernig þið stelpur eigið að farið ykkur núna í desember. Við viljum náttúrulega líta sem best út. Jólahlaðburðartímabilið er alveg í fullum blóma. Ásatíðnar að fara þetta núna fljótlega eftir áramótin og í gangi núna. Þá er augnhár, glimmer, ramminn, augun, gera það svolítið seiðandi. Það er alveg... Já, myndi segja það. Við brjótum þetta upp og gerum þetta svolítið meira heldur en kannski fyrir vennilega, dagferðun eða. Er þá glimmur, er það tengingin við jólaskrautið, eða hvað? Já, er það ekki? Verða konur bara vilja að vera eins og gangandi jólaskraut kannski á þessum tíma? Við gerum þetta bara svona pent, en þetta bling og þetta svona glitur, þetta er mjög, finnst mér, og er gangandi, búið að vera. Og það er ekkert síður núna í ár, heldur en hefur verið undanfarið. En er þetta eitthvað breytilegt eftir árið því að nú eru miklar pælingar á bakvið þetta? Og ég er búin að fá ábendingar að kynna mér þetta og kynna þetta fyrir konur þessi jól. Já, nákvæmlega. Sko, það eru litigangi bylgjum og þú veist, það fyrir eftir, náttúrulega við fyrir aðeins í meiri bjartari tóna á sumrin. Svo haustið er meira svona, þú veist, hvað maður segja, sterkir litir, fyrir þá meira út í kannski plómu, djúp, fjólu. Mér finnst það sem að ef kona verður komin til mín í förðun, þá spyr hann fyrst í hver ætlar að fara. Og 90% af konur segja, ég ætla að fara í svarta kjólnum mínum. En þá spyr ég, þú veist, hvernig ætlar að skreita þig? Hvernig, þú veist, skart ætlar að vera með, slæði, glút. Og ef þær fara út í, ég ætla að vera með gilt gull mitt eða silfur, þá reynir ég að tengja þetta hans út eftir því. Þú veist, ef þú ert að fara með silfur hérna sem leilokkana, þá fyrir kannski út í svona köldutónana, þá er það svart, hvítt, silfur. Það kemur rosalega vel út, þannig ég tengi þetta svolítið svoleiðis. Og aðeins líka leita út í augnlitin, en það er svona meiri pælingar í kringu það. Svo ef þú ert að fara í gilda kjólnum þínum og ætlar að vera ekstra flott, þá leiti ég út í kannski líflitina, gilda, brúna. Það er heilmikið litgræning þarna á bakvið. Það er alveg mikið pæling í þessu, alveg klárlega, ekki spurning. En þú, sko, ert í þessari hefðbundnu förðun, svo ertu líka fast við svona svolítið mikla list, þú ert að kalla svo líkamsmáling. Líkamsmáling, já. Ég hef verið er með förðunarskóla, Airbus Makeup School, og það er svona partur af náminu. Það er að fara út í listina og út fyrir þægindaramman í rauninni og opna þetta meira sem listgrein. Og þá er lokasýning hjá okkur alltaf og endur með bodypainting sýningu. Það er svona partur af náminu og það hefur verið rosalega vinsælt og alveg frábært að sjá hvað stelpurnar
á ekki lengri tíma þetta ná að skapa og bara blöndunin og bara þróa sína eigin listaverk í henni. Og það var mikið að gera því ég minnist á þetta, ég sá bara myndir í kringum eins og Reykjavík. Já, einmitt, Reykjavíkuna Halloween. Sá alveg ótrúlega myndastrák sem var eins og fígúra úr Avatar. Já, nákvæmlega. Hvernig, þetta hlýtur að vera rosa lengi gert, er það ekki, svona máling eða hvað? Jú, þetta tekur náttúrulega svolítið tíma, hvað ég gaf mér, ég hafa ekki verið svona 4 tíma. Já, ok. Þó ekki lengur það. Nei. En þá tóku alveg líka náttúrulega alveg bodybuilding. Og fólki, ég sé það bara líka, fólki er mikið alveg nakt. Þetta er alveg bara allir líkamenn og stelpur bara á brjóstónum og er það bara ekkert mál? Það er bara, nei, fyrir flest allar ekki er það bara mjög lítið mál. En aftur á móti það alveg að líma að setja fjaðrir fyrir og svona pils og annað. En það er alveg mismunandi hvað stelpunar... En það eru kannski ekki beint að fara svona á jólahlaðborð? Ekki alveg. Ekki alveg kannski? Nei, en þetta er bara, búið að vera rosa skemmtilegt og hefur verið, bara alveg... Þetta er eftirtektarvert, mjög. Já. En við erum nú með svona eitt módelina hjá okkur. Það var rosa gaman svolítið að þú væri til í að sýna spúsonum sem eru að horfa þáttir á núna. Svona einhverja svona svolítið klassíska förðun sem myndi henta á jólahlaðborðið á ásatíðina. Já, nákvæmlega. Svona smá jólatengt. Já, hún Andrea mín, hún ætlar að vera módelið fyrir okkur. Já. Og ég er búin að setja á hana smá léttan farðagrunn og nú hún komin í gilda eins og sem talaðum áðan að þá tengir þetta kannski út í svona brún hlýjutónana. Kemur mjög vel út, setjum augnar á hana, glimmer og svona. Viltu ekki bara hefja standa? Jú, takk fyrir það. Og nú ætla ég að einbeita mér á augunum og það sem að mér finnst skipta miklu máli upp á augnskugginn blandir sem best og haldist lengst á, það kallað augnskuggabeis. Ég ber hann bara á með pensli og þá verður förðunin og blöndunin augnskuggunum alveg perfekt. Þegar við setjum grunn augnskuggalit mjög gott að hafa ljósan mattan sem ég seti yfir allt augnlokið, bæði augnlokin og undir augnbein. Eyeliner til í mörgum útfærslum, super skinny marker með svona túspenni, alveg mjög skemmtileg og þægilt að vinna með hann. Þannig að sýna ykkur hann. Hann setur svolítið flotta á stóra línu. Hann ætla bara allt annað að sjá hana, Andrea. Hún var alveg eins og væri nývöknuð en rétt á það. En núna hún tilbúin á ásatíðina. Tilbúin á ásatíðina, jólahlaðborð. Og það er bara þessi klassíski rauði og svolítið eins og segir, svolítið svona mikið, hún er svona seiðandi til augnanna. Hún er seiðandi til augnanna, já. Hún bræðir mann. Það bræðir mann, það er akkurat þannig. Ná þessu seiðandi augnaði. En nú bara auglýsum við eftir deiti, eftir ekki á lausu, Andrea, og getur skellt sig með þér á jólahlaðborð. En með þessu ætlum við að ljúka þættinum þessa vikuna. Við sjáumst eftir á sama tíma í næstu viku. Þá komið vel inn í desembermánuð og mikið af jólatengdu efni. En við sjáumst næsta miðvikudagskvöld klukkan 6:30. Þið getið séð þáttinn á síðun okkar n4.is eða sendt mér post á borgarin@n4.is ef það er eitthvað. En við sjáumst í næstu viku. Taktu flugið ef þér leiðist að hanga í bíl. Taktu flugið ef þú vilt ferðast með stíl. Tökum flugið, skemmtum okkur innanlands með flugfélagi Ísland. Við fljúgum til Akureyrar, alla leið til Ísafjarðar, Reykjavíkur og Egilsstaða. En einnig til Færeyja, Núk og Kúlusúk, farð á flug